Já, við þökkum Steinunni og Sigurði kærlega fyrir. Þetta metnaðarfull stefna og hana þarf við þetta innleiða og þá kemur að næsta kafla þessa fræðsludags. Það straumlínu stjórnun og fyrstur tekur til máls hér Pétur Arason frá Manino. Hann mun útskýra hvað það en hann rekstrarverkfræðingur, hefur unnið hjá Marel og Háskólanum í Reykjavík og sérfræðingur í straumlínu stjórnun og mun kynna hann hér. Gjörðu svo vel. Það komið sæl, ég heiti Pétur Arason og eigandi á þessu fyrirbæri sem heitir Manino sem tiltölulega nýtt af því ég var bara að hætta starfi mínu hjá Marel eftir 10 ára starf. Þannig þetta svona eiginlega vettvangur sem ég hef verið að þróa núna síðustu 2 árin sem hobby við hliðina á vinnunni minni og ég hef verið að gera mikið af því að ég hef verið að keyra námskeið upp í HR sem eru vottunámskeið í Lean en ég hef líka verið að flytja mikið inn af fólki sem hefur komið hingað í heimsókn og verið að tala þessa hluti og halda ráðstefnur og heimsækja fólk svona eins og ykkur, svona vinnustaði og tala þessi mál. Þannig að ég svona svolítið að brasa í þessu og svona að móta svolítið núna í hvað átti ég að taka þetta. Ég bara gerði þetta bara áðan áðan ég kom að ákvaða vinnuheitið mitt inn í þessu þetta ekki einu svona fyrirtæki, þetta bara einhver vettvangur og ég ætla að kalla mig Chief Challenger of Status Quo. Það svona mitt vinnuheiti en þetta samt það sem ég í raun og veru búin að vera að gera síðustu 10 ár. Ég bara, vinna mín hefur falist rosalega mikið í því að gefa fólki áskorun á það sem það að gera dagsdaglega. Að spyrja spurninga eins og af hverju þetta svona, af hverju þetta hins einn sífellt leitandi að leiðum til að gera hlutina enn betur en þeir eru gerðir í dag. Þýðir alls ekki að við séum alltaf að gera eitthvað slæma hluti, þvert á móti. Við erum öll að gera mjög góða hluti en það bara svo mikilvægt og það svona eitt af megin inntakinu í þessum Lean aðferðafræðinni að við getum alltaf gert betur og við höfum alltaf verið að leita leiða til að gera betur. Og eftir að hafa hlustað á ykkar innlegg náðan þá held ég með þetta háskólinn, ef það einhver stofnun sem til í að vera forvitin og gera tilraunir og beita vísindalegri nálgun, þá það náttúrulega þið. Þannig að ég bind mikla vonir til þess að þið eigi eftir að hafa skemmt ykkur með að prófa þessar aðferðir. Ég ætla aðeins að nota tækifæri og segja ykkur frá því svona aðeins hvað ég að brasa, af því að núna í byrjun maí svolítið í gangi hjá okkur. Lengst til vinstri við erum að halda Beyond Budgeting ráðstefnu sem svo önnur í röðinni. Þetta var haldið fyrst í fyrra og þetta svona kannski mest fyrir fjármálafólk og kannski fólk inn í HR-deildunum, mannauðsdeildunum. En þetta aðferðafræði sem hefur verið að ryðja sér til rúms og orðin mjög vinsæl hérna á Íslandi, mörg fyrirtæki að vinna mjög mikið með þetta. Þetta til dæmis snýst, ég ætla ekki að segja ykkur neitt mikið frá hvað þetta snýst, en þetta snýst til dæmis það að henda út rekstraráætluninni. Svo getur þið svona velt fyrir ykkur hvernig ykkur líst á það. En ok, síðan hérna í miðjunni, þetta plakatið fyrir það verður ráðstefna straumlínustjórnun í heilbrigðisgeiranum. Þetta árleg ráðstefna líka og þetta í annað skipti sem hún haldin og það verður mjög góð dagskrá, það fullt af flottu fólki. Kemur gestur frá Finnlandi til að segja hvað finnska heilbrigðiskerfi að gera. Það gestur frá Englandi líka. Og svo þessi maður lengst til hægri sem heitir Mikael Balley sem svona lykil fyrirlesarinn á ráðstefnunni og hann verður líka með vinnustofu sem bara opin öllum og eins og öll hin íventin líka. En hann verður með vinnustofu í heilan dag 3. maí. Þannig ef það einhverjum inni sem hefur áhuga á því að virkilega skilja hvað þetta snýst, þá get ég klálega mælt með þessu. Þetta svona sennilega bara öllum öðrum ólöstum eitt fremsti Lean hugsuðurinn í heiminum í dag. Ok, þið heyri eins og ég að plugga svolítið núna, ég ætla að byrja á því að plugga. Síðan eitt í viðbót sem ég langar að segja ykkur frá og það þessi bók sem heitir Þetta Lean, sem fyrsta bókin sem skrifuð Lean á íslensku. Ég þýddi þessa bók, þetta bók eftir 2 sænska höfunda, Niklas Modig og Per Olström. Og ástæðan fyrir að ég þýddi þessa, þetta kannski ekki endilega mín uppáhaldsbók Lean, en ástæðan fyrir að ég þýddi hana svo að fólk var að segja við mig og ég skil það vel, að þetta svona bókin sem þegar fólk lesa hana sem að fólk segja, já, ok, nú skil ég hvað það snýst. Af því að fólki finnst yfirleitt
erfiðara að lesa einhverja þykkar bækur og það sofnar bara eftir 2 blaðsíður. Þessi svona nógu auðveld til þess að allir svona geti klárað hana á svona skikkulegum tíma og náð svona heildarmyndin í þessu. Þessi bók fjallar ekkert tól og tæki en svoleiðis, heldur bara svona hugsun á bakvið. Þannig að ef þið viljið koma starfsfólkinu ykkur á sömu blaðsíðuna þá þetta alveg kjöruleiti þess. Þið getið farið inn á manino.is og panta þessa bók þar. Já, og svo að því eins og ég segi, ég hættur í Marel og byrjar að sinna þessu, þá svona ýmislegt í pípunum og við erum as we speak að þróa fleiri námskeið, eins og ég sagði ykkur áðan, við verðum með þetta námskeið upp í HR núna í 3 ár, en við erum að pæla í miklu fleiri hlutum og ef þið hafið eitthvað náðu þessu, þá getið bara fylgst með á manino.is og líkur þá plugginu. Að því við erum þið eru háskólafólk, er ekki einhver sem til að hrópa hvað finnst ykkur hafa verið svona einhverja mestu eða merkilegustu uppfinningu mannsins á síðustu öld? Bara, þetta ekkert próf, bara einhver dæmi sem ykkur finnst, hvað myndið þið segja? Pensilín, já? Netið? Hvað meira? Gúmmístífel? Voru þau fundin upp? Var það ekki öldinu þar á endan? Nei, ok. Þetta ekkert próf, ég ætlaði bara svona aðeins að interakta aðeins með ykkur. En eins og þessu, pensilín, nútímalyf, bensínvélin, hálfleðarar, interneti, GPS-tæknin, plastvörur, genaransóknir, listinn langur. En þegar að fólk spurt þessar spurninga, þá þessi fæstir sem að hugsa þetta fyrirbæri hér. Stjórnun, þetta orð management svona innan fyrirtækja. En þetta fyrirbærið sem var í raun og veru þróað og búið til í upphafi síðustu aldar. Og því miður þá bara spáum við allt of lítið í þessu að því að flesta þar aðferðir sem við erum að vinna með inn í fyrirtækjum okkar dagstæðlega, þar með talið þið inn í ykkar stofnunum, þær byggja á þessum stjórnunaraðferðum sem voru búnar til í upphafi síðustu aldar. Veit ég hvort að heyra þetta, í upphafi síðustu aldar, það þýðir að við erum að nota í dag aðferðir sem eru 100 til 120 ára gamlar, án þess í raun og veru að kritisera það neitt sérstaklega. Þegar við erum að tala Lean og Agile og Beyond Budgeting og svona fleiri aðferðir, þar sem þessar aðferðir alla sameiginlegt, það það að þær að challengera þessar hefðbundnu stjórnunar. Það eiga svona eitt sameiginlegan óvinn og það þessi hefðbundnu stjórnunar aðferðir. Já, þannig að ekki bara voru allar þessar aðferðir fundnar upp fyrir 1920, heldur af fólki sem var fætt 1850 svona cirka. Ég ekki að setja út á það eitthvað slæmt, ég bara að segja þetta gæti gefið til kynna að eitthvað að þessu væri jafnvel úrelt. Og ef við förum aðeins yfir það, til hvers voru þessar aðferðir þróar? Það voru þróar til þess að taka einyrkjana úr smíðunum, húsmæðurnar og bara fólk almennt inn í stór fyrirtæki, af því þetta var þegar innbyltingin var að þróast. Það að segja, hvernig getum við fengið fólk til þess að mæta á réttum tíma, koma sér á réttan staðinn í fyrirtækinu og endur taka saman hlutin aftur þannig til að fer aftur heim. Þetta var svona megin tilgangur þessar aðferðar sem voru búnar til á þessum tíma. Og ég get alveg lofa okkur því, eins og þið vitið öll, þetta heppnaðist alveg 100%. Þið vitið það alveg, innbyltingin náttúrulega var eins og hún var, öll stóru fyrirtækin eru til og þau þrifust og döfnuðu og við erum búin að upplifa, sumir segja að meðaltali einhvern 3-4% hagvöxt í þessi 100 ár. Þannig að þessar aðferðir virka, það enginn sem að segja það. En það eru margir sem að segja, við verum aðeins að vakna upp og viðurkenna að umhverfi fyrirtæki í dag svo gjörólíkt umhverfi fyrirtæki á þessum tíma. Einhver nefnir netið, bara það sem að gerast fyrir öll fyrirtæki í dag, það svo mikill hraði í öllu, tækniframfarir, kunnarnir eru bara síbreytilegir, það eru bara veikindi starfsmenn eru síbreytilegir með mismunandi kröfur, það er svo mikill variasjón í öllu sem að nútíma fyrirtæki eru að sýsla með, að þessar aðferðir sem voru búnar til á þessum tíma, það í raun og veru eru úreltar. Þannig eins og ég sagði áðan,
við getum kallað þetta management 2.0 ef að hitt var management 1.0, en þessar aðferðir sem að þið hafi kannski einhver heyrt og ég ætla að tala þetta Lean, að þær eru allar að reyna að challengera þessu og reyna að koma upp með nýjar aðferðir. Þannig að þetta svona sífelld áskorun á viðteknar venjur og tilraunir með nýjar aðferðir. Þess vegna segi ég að það gaman að vera hér, að ég veit að þið ekki trætt við það að gera tilraunir komandi úr háskóla samfélaginu. En það svo skrítið, og þið þekkið þetta náttúrulega, að við viljum öll breytingar, en við viljum bara ekki breyta neinu sjálf. Og við erum öll til í að vinna með nýsköpun og prófa nýja hluti, bara að því gefnu að hlutinni verði alltaf eins og hafa alltaf verið. En það er náttúrulega bara algjört brjálað að hugsa svona að við getum í raun og veru elt nútímann með því að gera alltaf hlutina eins og hafa alltaf verið gerð. Það í raun og veru gengur ekki upp. Og ég er svona hjó eftir nokkur sem þið töluðu á að til dæmis er svo bara ekki tekið dóttir mína sem dæmi sem núna byrjuð í háskóla að ég stofnaði Hotmail fyrir hana bara þegar hún var bara lítið barn, einhvern tíðan 97 eitthvað svoleiðis. Og svo þegar hún svona byrjaði að nota tölvur þá fór ég að senda henni e-mail og svona og ég fekk svona svar svona einstaka sinnum. Svo bara hætti ég alveg að fá svör þegar ég var að reyna að senda henni mail. Þá var hún komin á bara þessa nútíma samskiptamiðla og fannst bara e-mailar alveg fáránlegt fyrirbæri. Það svona kannski aðeins í dag aftur að breyta svona rétt að geta byrja, en ekki það. Við höfum eiginlega engin samskipti í gegnum e-maila. Og þetta svona eina af þessum áskorunum sem nútíma fyrirtæki og stofnanir standa frammi fyrir, að þessar kynslóðir sem að koma núna inn í fyrirtækin, þau munu upplifa okkur bara eins og risaeðlur. Það tekur rosalega langan tíma að taka ákvarðanir, það er allt svo flókið, það þarf að fara til Pontius og Pilatus til að taka ákvarðanir og svo framins. Þetta er svona dæmi hluti sem ég held að fyrirtæki, og eins og maður sér bara á íslensku fyrirtækin til dæmis, að þau eru rosalega opin fyrir að vera að tala þessa hluti eins og þið eru að gera hérna í dag, af því að fólk er bara búin að átta sig á því, við verðum að gera eitthvað. Ok, hvað er þá þetta Lean? Og fyrst þegar þau samvátið mig og Gunni var eitthvað að tala mig og ég sagði, ok, hvað er við langan tíma? Já, svona 20 mínútur. Og ég sagði, já, það er alltaf stuttur tími. Og en þá minnist ég þeirra orða sem einhver sagði við meinti hann að ef þú getur ekki skýrt það út á 5 mínútur þar sem þú vilt vera að tala þá skilur ekki efninu nógu vel. Þannig að ég tók þetta til mín. En þetta er þá bara, ef þið viljið vita hvað Lean er, þá er þetta í raun og veru setningi sem rammar þessa hugmyndafræðin. Það er að segja, Lean snýst það að búa til virði með viðskiptavinum með því að þróa starfsfólk. Ok, það er fullt af stöfið á bakvið þessi horf sem kannski kom ekki fram. En til dæmis, það að tala virði, það er ekkert öllum fyrirtækjum eða stofnunum gefið að skilja það. Hvað er til þess virði í ykkar tilfelli? Bara hverjir eru ykkar viðskiptavinir? Hafið einhvern veginn hugsað það og skilgreint það sérstaklega? Það er mjög algengt þegar ég kem inn í fyrirtæki, þau vita ekkert hverju viðskiptavinir sem eru. Þau hafa aldrei skilgreint á og aldrei heldur skilgreint hvaða virði búum við til fyrir viðskiptavini. Og þetta þykir manni skrítið, ég er að koma fyrirtæki sem lifir á því að selja til viðskiptavina, en við erum samt með mjög svona óskýra sýn á viðskiptavina. Þeir heita bara viðskiptavinir. Þeir eru bara út allt, bara allir sem borga. Þetta er náttúrulega ekkert nóg. Þú verður að skilja viðskiptavinina og vita eftir hverju eru þeir að sækjast, þar að segja hvaða virði eru við að búa til með þeim. Þegar þú skilur það, þá getur þú fara að sjá alla sóunina sem er síðan inn í fyrirtækinu. Af því allt sem við erum að gera, sem er ekki búið til virði fyrir viðskiptavini, er skilgreint sem sóun í Lean. Og við byrjum síðan bara að minnka þessa sóun eins mikið við getum. Og trúið mér, þegar þið fara, þetta er eins og að setja upp svona gleru og það sem maður byrjar að sjá sóun, þegar maður setur þessi gleru upp í fyrst skipti og byrjar að sjá, þá fær maður náttúrulega sjokk. Það er óendaleg sóun í öllum fyrirtækjum og þar með tali á ykkur. Og það er ekkert eins og ég segi, þetta er ekki til þess að segja því sem að gera slæma hluti, heldur bara að það eru endalaust tækifæri til að gera betur. Þetta er svona ein mynd sem ég nota oft til þess að skýra þetta út. Þetta er Work Harder Limited eða Vinnum meira EHF. Men þið vitið að það er búið að vera gagnrýni okkur hérna á Íslandi fyrir að við erum með lága framleiðni. Það er búið að sýna það með mælingum og ég held að við könnumst öll við þetta. Við erum alin upp í því að vera dugleg og ekki að hætta þessu væli og halda áfram að vinna. Þetta er bara, við byrjum flest að vinna bara $11. Þannig að við þekkjum þetta mjög vel. En þetta er
þegar maður, eins og ég segi, þegar maður byrjar að skilja þetta lín og fá þessi sónagleru á, þá í raun og veru þetta myndin sem blasir við manni. Þá byrjar maður alltaf inn að sjá fyrirtæki sitt svona. Það að segja, það kemur einhver viðskiptavinur hérna og hann að biðja eitthvað. Á hinum endanum þegar hann fær þetta sem hann var að biðja þá hann með svona spurningamerki bak við eyrað. Bíddu, var þetta nákvæmlega það sem ég var að biðja Annarkvort var þetta ekki í réttum gæðum á réttum tíma eða með réttum kostnaði. Og ástæðan fyrir því að viðskiptavinurinn eitthvað efins svo að inn í fyrirtækinu svo ævintýralega flókið ferli sem að búa til þetta virði. Og það ekki neinum einum að kenna. Þetta bara svona að hafa hlutinni þróast. Og þarna komum við aftur að því sem rót vandans í raun og veru, eða ástæðan fyrir þetta svona, það hefðbundna stjórnunaraðferðir. Til dæmis það að við notum deildarskipulag inn í fyrirtækjum. Fyrir hvernig það? Það alls ekki fyrir viðskiptavinir, það alveg ljóst. Af því að viðskiptavinir, þeir fá virðið þvert í gegnum alla deildir. Þannig að skipta fyrirtækinu í deildir yfirleitt bara til þess að það verður flóknara að gefa þetta virði og viðskiptavininu upplifa senkanir og svo framvegis. Þannig eins og ég segi, eins og ég sjá hérna, það byrja alls konar krúsidúlur. Hver í sínu hotni í raun og veru að reyna að gera sitt besta. Ekki misskilja mig, það allir að gera sitt besta hérna. Þannig að þetta snýst ekki að finna einhvern sökudólg í starfsmönnum fyrirtækisins. Þeir allir mæta á hverjum degi til þess að gera sitt besta. Þannig að það kerfið, það ferlanir, það sem gallinn Og þið sjáu hérna, það fólk að rífast og ekkert alveg nóg hresst með þetta. Mikið umfram efni eða upplýsingar í ferlinu og fólk að leita hlutum, veit ekki hvernig á að gera hlutina og svo framvegis. Nú, það náttúrulega það sem gerist strax í svona umhverfi að samkeppnin getur byrjað að stela frá okkur viðskiptavinum og eða hún getur líka farið inn í fyrirtæki og stólið frá okkur starfsmönnum. Ok, þetta náttúrulega sjálfsögðu ýkt mynd, en þetta samt sem áður það, eins og ég segi, það sem maður byrjar að sjá þegar maður setur upp þessi sóunargleru, þá byrjar maður að finna og þið töluðu sjálf það hérna áðan, ég ræði hérna áðan, við flæðið og flókið á milli einhverja sviða og deilda. Það bara einföld ástæða fyrir því. Þau langt í burtu frá okkur öðru og þar með tala fólk ekki saman og svo framvegis. Það ástæði fyrir þessu. Þetta önnur mynd sem að höfundunar þessar bókar nota til þess að skýra sama fyrirbæri út. Það að segja, fótbolti einfaldur leikur og við skiljum hvernig fótbolti virkar, en á einhverjum ástæðum þá spila nútíma fyrirtæki fótbolta á þennan hátt. Það að segja, þau setja upp tjöld sem eru þessar deildir til dæmis og það veit enginn hvað hinn að gera. Það veit enginn hver boltinn og það jafnvel margir boltar í gangi á sama tíma. Þannig að þið sjáu það að þetta kannski ekki rosalega vænlegt til árangurs þótt að allir séu í raun og veru að gera sitt besta. Svona lítur þetta út þegar allt á að vera eins og allt eins og það á að vera. En því miður þegar maður fer að skoða málin þá það oft þessi mynd sem maður getur dregið upp þegar maður fer að spá í því hvernig virði flæðir í gegnum fyrirtæki. Og þetta þá hin ýkta myndin, það að segja ekki work hard limited, heldur work smart limited. Og hérna kemur viðskiptavinurinn og biður eitthvað og þið sjáu á hinum endanum hann að fá bara akkurat það sem hann bað á réttum tíma, í réttum gæðum og réttum kostnaði. Og ferli sem inn í fyrirtækinu, það einhvern svona strömlínulag, það búið að bæta flæði hér, þannig að hlutirnir eru fljótir að eiga sér stað. Þið sjáu líka, náttúrulega, enn og aftur, við erum aðeins að ígæta hérna, en allir brosandi, fólk að tala saman hugmyndir. Fólk jafnvel hefur tíma til þess að leika sér aðeins líka í vinnunni, talandi það að hafa fjölskyldu á henni vinnustað og svo framvegis. Og hérna því náttúrulega ekkert fyrir samkeppnina hvorki að stela starfsfólki né viðskiptavinum. Auðvitað ýkt mynd, en hérna sjáum við líka hérna verið að reyna að sýna að þetta flæði í gegn einhvern veginn sameiginlega ábyrgð allra sem eru í ferlinu. Það að segja, við erum ekki að múra fólk inn í einhverjum deildum endilega, heldur þetta opið og flæðir beint í gegn. Ég veit ekki hvort þið hafið heyrt Landsspítalann tala það, en þau eru í mikill og mjög merkilegri vinnu núna sem þau kalla 3P sem snýst það að hanna nýtt skipulag inn í nýja
sjúkrahúsið. Og bara ef við tökum sko staðsetningu sjúkrahússins út fyrir sig og hættum að pæla í því, heldur bara hvernig lítur byggingin út og það er búið að gjörbreyta í raun og veru fyrsta layoutinu frá sem að hönnuðirnir og arkitektarnir skiluðu. Af því að það eru sérfræðingar innan sjúkrahússins, læknar og sérfræðingar, búin að leggjast yfir layoutið og hugsa þetta út frá þörfum þeirra sem að koma inn á spítalann, ekki út frá þörfum sérfræðingarna. Og þá allt í einu verður til allt öðruvísi mynd. En þetta einmitt það sem við gerum inn í fyrirtækjunum. Við erum alltaf að hugsa þarfir okkar sjálfra sem sérfræðinga. Mannauðsdeildin, fjármáladeildin, framleiðsludeildin, vöruþróun, sala. Þau optimera sjálfa sig inn í fyrirtækjunum en ekki að hugsa flæðið fyrir viðskiptavinin. Þetta bara staðreynd og þetta svona arfleið hefðbundna stjórnunaraðferða. En aftur í þessari bók, þeir skýra þetta út með þessum tveimur hugtökum. Annars vegar skilvirkni auðlindana. Það er að segja, hérna kona sem að finnur fyrir hnúð í brjóstunni á sig þegar hún í sturtu einn morguninn. Og þetta er bara talið vera svona típist ferli í hinu vestræna heimi. Svona í vestur og norður Evrópu. Það er að segja, hún finnur fyrir hnúð í brjóstunni og hún fer í nærumhverfi sitt, bara á læknamiðstöð. Fær tíma hjá sérfræðingi, lækni, sem sendir hana áfram í einhverja frekara rannsóknir. Það þarf að taka sýni, svona fínstungu á meinið og athuga hvort þetta er illkynja eða góðkynja. Og síðan fær hún svarið tilbaka í brjóstamiðstöðinni. Þetta ferli sem að fólk segir að þetta sé bara svona nokkuð típist, tekur 42 daga. Frá því að hún fyrst fer inn með þessar áhyggjur og þá til að hún er búin að fá svar. Og þið sjáu hérna í þessum línum sem eru hérna að grænu bitarnir hérna, það á að indikera tíma þar sem hún er í beinni snertingu við sérfræðinga eða lækni og er að tala. Hitt allt saman er í raun og veru bara biðtími. Þannig að þið sjáu að það er mjög stuttur tími af heildartímanum þar sem þú ert að tala við sérfræðingin eða læknin miðað við heildartíma sem líður. Í hinu dæminu, hérna erum við þetta ferli hérna er alveg eins og Landspítalinn bara í dag, eða flestir spítalar bara á Norðurlandi til dæmis. Hann er settur upp með þeim formörkjum að hámarka auðlindina sem er læknarnir og sérfræðingarnir. Þeir eru settur upp með því með það að takmarki. Skilvirkni auðlindana eða resource efficiency sem þetta heitir á ensku. Svo er eitthvað fyrirbæri sem heitir flow efficiency eða flæðiskilvirkni og hérna er dæmi aðra konu. Þetta er alvöru dæmi. Þessi kona var líka í sturtu og fann fyrir hnúð í brjóstinu. Hún fer og hringir í vinkonu sína og lýsir þessum áhyggjum fyrir henni. Og þessi vinkona segir henni frá því að það sé nýbúið að opna ekki svo langt frá þeim svona one-stop breast clinic. Það sem að konur geta farið inn og fengið þessa greiningu bara á mjög skömmum tíma. Þannig að hún fer inn og fær þessa þjónustu sem að áður var dreift í þessum mismunandi bútum af heilbrigðiskerfinu hér, er búið að setja þetta allt saman á eitt stað og hún kemur inn og er búin að fá svar eftir 2 klukkutíma. Þannig að við erum að bera saman 42 vikur að 4 klukkutíma meðan við 2 tíma. Þannig sjáum hversu ótrúlega ólík þessi 2 kerfi eru séð út frá sjónarhorni viðskiptavinarins, það er að segja sjúklingsins í þessu tilfelli. Og þetta er það sem að Lean er að reyna að gera. Lean er að reyna að búa til kerfi sem eru búa til góða upplifun fyrir viðskiptavini kerfana. Og þá er það í ykkar tilfelli, þegar þið eru búin að svara spurningunni, hver er viðskiptavinur ykkar, þá getið þið að fara að búa til kerfið sem að stuðla því að búa til góða upplifun fyrir þá. Hérna var eitt aðaldæmi, vandamáli hér, þetta var of skammur tími. Þannig að það bjó í raun og veru bara til meira stress hjá viðkomandi að geta fengið svarið svona fljótt. Þannig að ég sjá að það er alveg gjörsamlega búið að snúa vandamálun á haus. En ok, hvaðan kemur þetta? Ég held að þið kannski vitið það mörg, en ef þið vissu ekki, þá kemur þessi hugmyndafræði uppalega frá Toyota, bílaframleiðandanum. Og þá er náttúrulega kannski margir sem klóru sér hausnum, byrja okkur við að skoða þetta eitthvað sem kemur frá bílaframleiðandanum Toyota.
En þetta sem sagt ástæðan, þetta línuritt hérna sýnir raun og veru ástæðan fyrir því okkur að vestræn fyrirtæki eru að velta sér upp úr þessu. Og hérna sjáum við bara línuritt yfir framleiðslu Toyota á Toyota bifreiðum frá því að þeir byrja hérna í kringum upp úr seinni heimsstyrjöldinni og til 2011 þegar þeir urðu stærsti bílaframleiðandinn. Og þið sjáu þarna að þetta eru 3 línuritt, eitt hérna framleiðslan í Japan, framleiðslan á öðrum stöðum en Japan og svo heildarframleiðslan. Og það sem að sérfræðingar hafa verið að klóra sér í hausnum yfir, hvernig gátu þeir komið inn á markað sem var algjörlega mettur á sín tíma þegar þeir komu inn, menn að það voru allir stóru bílaframleiðendur í Bandaríkjunum og Þýskalandi, hvernig gátu þeir komið inn og unnið samkeppnina og orðið stærstir. Og þetta voru menn að skrifa, háskólafólk fór að skrifa bækur um þetta og rannsaka þetta og upp úr því kom þetta Lean. Þannig að Lean er í raun og veru það sama og Toyota Production System. En í dag kannski má segja að TPS er ennþá bara Toyota Production System, þeir nota bara sína aðferðafræði, en Lean hefur svo þróast í allar aðrar áttir, eins og inn í heilbrigðiskerfi, inn í þjónustugeirann og þar menn að aðlaga þessa hluti að því sem þeir eru að gera. Þannig að þetta svona upphaflega ástæðan. Og þegar ég kem kannski inn í fyrirtæki þá segir fólk en Pétur, come on, við erum ekki bílaframleiðendur, hvernig ættum við nokkuð tímann að geta notað aðferðir sem bílaframleiðandi var að nota? Og ég ætla að lokum að sýna ykkur hérna bara lítið dæmi sem svona svolítið fallegt að einhverju leyti, af því að þetta sem sagt Food Bank of New York, þegar fellibylurinn Sandy hérna skall á New York svæðinu, þá í kjölfar á því, þá var ótrúlega mikil eftirspurn eftir þeirra þjónustu. Þau deila matvælum út í nauðstandra og þau fengu sérfræðinga frá Toyota til að hjálpa þessu. Við skulum sjá bara hérna hvað gerist. I love to work, but I also like to put smiles on people's faces. If there's a child out there that's in need, I need to help this person out. Thank you very much. Yep. When we down to our last box and you have like 7 families standing on the line and you just have that one box and you don't know what exactly to do, that kills me. George is a great leader. He knows what he's doing, but they didn't really have a system kind of set up. Because if you have a good system, I think the work takes care of itself. We call TPS the Toyota Production System. The summation of many, many small, simple, cheap improvements can have a very big impact. People are starting to understand that these basic principles of the Toyota Production System apply to any kind of process. It doesn't have to be a manufacturing process. We have our way of doing it, but if there's a faster way for us to go out and get food out to people faster, then I'm all for it. I'm all for it. What about a different box size so that we're not shipping so much air? If we could go to a smaller box, we would have the benefit of being able to put more meals on the truck to serve more people. The side benefit being it's not so difficult to handle. The thing that struck me was how difficult it was for the volunteers that were there to pack that box.
I mean, they were walking long distances. They were carrying heavy weight. It was kind of disarray, just the table in the middle. Everybody was scrambling to get stuff open. And I'm like, this is not really too productive. So by putting everybody on one side of the line and having the material come from the opposite, we think we're going to get a smoother flow. Yeah. Let's go for it now. I don't care if I leave work late. I don't care. You know, I don't want you to have to walk 15 feet to go get those 2 cans of corn. I want those cans of corn to be readily available to you in the right quantity at the right place at the right time so that you can pack it in the box. Wow, this looks a lot different, doesn't it? It's cool, yeah. Does anybody remember how long it was taking us to pack 1 box when we first started? 3 minutes. 3 minutes? That's exactly right. It was around 3 minutes. 3 minutes per box. What do you think we were packing 1 box? How long and how many seconds today? About 11 seconds. Kaizen is a Japanese word for continuous improvement. And what this philosophy means is we always want to strive step by step to make a process better. Outside Toyota, problem can sometimes have a negative connotation, like a bad thing. I find that in many cases it's better to say we have something that we can improve. Sweet. Much faster, way faster. Yeah? Yes. Much faster. Very good. We've got plenty of homework. Yeah, plenty of homework. The list is a lot shorter than it was when we started. How long did you guys wait? We waited for like about a minute. That's it? Yeah, That's nothing. I know. Unfortunately, we had Sandy, but there'll be other cases where this needs to be done, and hopefully you've learned some of the basic principles so you can set something up from the beginning. One thing I did learn from these guys is how to structure things one by one, you know, not just take it as a whole thing and just be like, it's a mess, but instead I can take step by step by step. Með tímann ekki, já. Herðu, ég ætla þá bara að þakka ykkur fyrir. Ég eins og þau kannski heyrðu, ég sagði engin japansk orð allan tímann. Þú veist, Kaizen og eitthvað svona dót. Það tæknilegi hlutin af Lean og það eitthvað sem þið kynnist ef þið fara að vinna með þetta. En trúið mér, þið eigið óendanlega möguleika inn í ykkar stofnun til þess að gera betur, til þess að búa til betra flæði, til þess að hitta viðskiptavinna ykkar og byrja að búa til virði með þeim. Þannig að ég óska ykkur bara velferðnar í þeirri vegferð og þakka bara fyrir mig. Takk hérlega.